Góða kvöldið og velkomin í þáttinn Sósíalísk stjórnarandstaða. Gesti þáttarins er Halldór og Skúladóttir frá kvennaráð.is, sjúkraliði, markþjálfi, sérfræðingur í fræðslustjórnun og þjálfun starfsfólk og sérfræðingur í breytingaskeiði kvenna. Og svo Oddný Eir Ævarsdóttir, rithöfundur og heimspekingur og einnig blaðamaður hérna á Samstöðunni. Í þætti kvöldsins munum við sveigja frá pólitíkinni og ræða breytingaskeið kvenna. En það samt örugglega hægt að tengja breytingaskeiði við pólitíkina, sko. Það er alveg. En ég hef fylgst mjög lengi með þér á samfélagsmiðlum og Instagram, kvennaráð.is. Og það hefur hjálpað mér mjög mikið til að átta mig á mínum einkennum og líka, þú segir líka skemmtilega frá og svona, og þannig maður líka skilur hvort að segja, sko. Það er gott að heyra. Rosalega fræðilegt. Nei. Og svo er líka bara mjög mikilvægt að normalisera breytingaskeið og einkenni þess. Og ég svona lengi talaði það, hvað væri fróðlegt að fá þig í þáttinn okkar og mér bara fyrra sumar, þá var ég ekki byrja með hana þátt, þá var ég að tala þetta við einmitt Anna Söru sem ætlaði að vera með okkur en því miður lasinn. Að hvað væri áhugavert að fá þig einmitt á samstöðun til að ræða við þig, sko. Já, frábært. Bara, þannig að ég og Oddný ætlum að spyrja þig svona spurninga og fræðast í leiðinni. Endilega. Og ætlum bara að hafa þetta líflegt og skemmtilegt. Frábært. En ég ætla að biðja að byrja að kynna þig og segja svona okkur svo í endan, hvað leiddi þig til að fara að fræðast breytingaskeiðið? Hvernig ósköpunum ég komin hingað. Já. Einmitt. Ég hef alltaf haft mikinn áhuga á heilsu og sérstaklega kvenheilsu og ég man bara frá því að ég var unglingur að þá var ég alltaf að pæla í hreyfingu, næringu og svo seinna meir, sko, hvernig hausinn á okkur virkar og þannig að ég bara frá því að ég var, bara fermingu þá hef ég alltaf verið einhvers staðar á þessari braut, lærði sjúkraliðan og vann við það í töluverðan tíma og hef síðan, sem sagt, í rauninni síðan ég var svona 25 ára verið að vinna með fólk, alltaf að vinna með fólk og haft mikinn áhuga á fólki og svona verið að hjálpa fólki að skilja sig betur og svona finna leiðir til þess að tækla sínar hindranir og öll eru við náttúrulega mjög mismunandi þannig að það er ekkert eitthvað eitt sem dugar fyrir alla. Síðan, sko, þannig ég er búin að læra markþjálfun, búin að læra ákveðna svona atferlis þjálfun, sálmeðferð, dáleiðslu, alltaf eitthvað svona hugafarstengt því að mínu mati að það er alveg sama hvað við vitum mikið ef að hausinn er ekki með okkur og þá notum við ekkert að þessari vitnesku. Þannig að það er svona verið svona grunnurinn í minni vinnu, rauði þráðurinn. Síðan við flytjum erlendis, ég á semst 4 dætur og ég og maðurinn minn og 3 dætur flytjum erlendis, elsta dóttir okkar bjó alltaf á Íslandi og byggum í 4 ár í Bretlandi og þar svona ár eftir ég flutti þá einhvern veginn svona klesti á vegginn, þennan alræmda og var greind með kulnun, náði mig svona semi á strik. Síðan ákvaðum við, svo þegar allar dæturnar voru komnar í sín háskólanám, þá ákvaðum við hjónin að flytja heiman og eftir 26 ára barnauppeldi, þá, sko, við vorum að tala það að ég var 18 ára þegar við byrjum saman, 20 voru við komið fyrsta barnið, 22 voru konar 2 í viðbót og 28 voru við búin að byggja hús og gifta okkur og komið 4. barnið. Þannig að við vorum rosa mikið að flýta okkur. Þannig að við svona heldum okkur út í lífið. Þannig að við hefum þarna, nú erum við búin að koma öllum á legg. Hvernig var að við færum svona aðeins að njóta og honum var boðið starfi í Þýskalandi. Þannig að við fluttum yfir til Þýskalands. Og svona sáum fyrir okkur svona rómantíkina, rúmt eitthvað Evrópu og og svona vera í þessu loksins eftir öll þessi dásamlegu ár samt, en krefjandi. Fluttum í lítið þorp í Móseldalnum og ég veit ekki hvort þið hafi komið þangað en það er svona eins og að ganga inn í gamaldags póstkort, 5.000 manna þorp, vínegrur út allt og lífið algjör hægagangi. Rosalega rómantísk hugmynd.
en það var tvennt sem gerðist. Það var annars vegar COVID og við vitum náttúrulega alveg hversu mikil stemming var þar og svo bara skall ég á breytingaskeið sem ég vissi ekki strax að væri breytingaskeið. En ég tek þið alltaf fram að maðurinn minn enn á lífi og við erum ennþá gift í dag þannig að þetta blessaðist nú allt saman. En ég var ástæðan fyrir ég datt inn í þetta að spá í breytingaskeiðið að ég var þarna fyrsta svona sem ég upplifði í rauninni mín einkenni fyrstu sem ég svona veit núna var út á breytingaskeiðin, ég fór alltaf inn að upplifa rosalega kvíða. Bara aldrei fundið fyrir kvíða og bara mikla depurð og bara svona mikið óhjálplegum hugsunum og þar sem ég var nú að vinna í þessum flokki þá var ég að reyna að nota öll tólin í minni verkfærakistu til þess að hjálpa mér og það var einhvern veginn ekkert að virka. Og ég held fyrst að ég væri með svona það sem kallast empty nest syndrome, þú veist þegar börnin öll farin að heiman en þú veist það var ég sem fór að heiman. Þannig að maðurinn minn og þetta var orðið þannig að hann kannski fór í vinnuna á morgni til, ég var í fjarnámi frá Þýskalandi yfir til Bretlands og þegar hann að koma heim á kvöldin að þá kom hann að bara almyrkvuð húsi og ég bara hnipri í sófanum og þetta var svo ólíkt mér og í rauninni var ég eiginlega bara svona pínu hrædd bara hvað í óskupunum að gerast fyrir mig, ég bara mér leið svo illa að hafa ekki stjórnað þessar líðan minni að því alltaf geta gert að hinga til. Svo líður aðeins og þetta var áfram, þú veist bara þessi líðan var svona að koma og fara og mér leið bara alls ekki vel, ég var svolítið búin að tapa gleðinni, mér fannst ég vera búin að svona týna sjálfstraustinu og sjálfsmyndin og bara svona, ég var ekki ég lengur og var ekkert svona endilega að velta því fyrir mér en ég var bara virkilega að reyna svona að temja hugan minn og þú veist gera litla hluti til þess að halda mér svona og beinu brautin í að líða vel og bara hamast við að reyna að láta mig líða vel. En að því að ég var að læra þarna dáleiðslu og sálmeðferð og þá var ég rosa mikið að horfa á fyrirlestra bara heilan, ég hef mikið áhuga á hvað er að gerast í hausnum á okkur og ég var að horfa einn daginn á fyrirlestur með lækni sem heitir Lisa Mosconi og hún rannsakar heila og sérstaklega heila kvenna og að gera risarannsókn á heila kvenna og Alzheimer og hún var semst að útskýra og fór að útskýra hvað gerist í heilanum á okkur þegar hormónarnir okkar sem við höfum venjulega kallað kynhormónana en eru bara allstar í líkamannum en hvað gerist sem sagt þegar þeir fara að minnka og við förum að fara á breytingaskeiði og hvernig það virkar inn í heilan og þannig var hann bara að lýsa mér og ég sagði bara, og ég veist, mér finnst það svo gott að hjóla, ég er með svona þrekhjól og hjóla og horfa á fyrirlestra og ég bara steig á hjólinu, spólaði tilbaka og horfði á þetta 3 sinnum viðbót og ég bara svona, er hún í alvörinu að segja þannig var ég 46 eða 47 ára, að ég sé komin á breytingaskeið og ég bara, kornung konan, skiljiði. Þannig að en þetta gerði það verkum að ég fór bara að skoða meira og þarna allt í henni fann ég bara útskýringu á alls konar líðan sem ég var búin að vera að upplifa svona í gegnum árin og var svona búin að vera stigmagnast og bara átti ekki til orð yfir því að þetta væri bara breytingaskeið. Fyrsta sem ég upplifi var að ég var bara rosalega reið. Ég var pirruð og reið yfir því akkur var enginn búin að segja mér þetta. Enginn búin að segja mér hvað felst í breytingaskeiðinu. Eina sem ég hafði heyrt var það bara að maður þarf að vera orðin 50, hættur og blæðingum og með sveitakof. Ekkert af þessu átti við mig. Þannig að það var enginn sem að einhvern veginn undirbýr okkur, það er ekkert sem að grípur okkur og ég fór að tala við konur í kringum mig. Þarna var ég aðeins byrjað að tala inn á Instagram, inn á kvennaráð.is og ég fór að spyrja konur sem voru að fylgja mér þar og þar voru bara allar í sömu spórum. Þar vissu ekkert hvað snýr upp eða niður, hvert ætti að leita, hvað var hægt að gera og voru bara í öngum sínum að upplifa sömu hluti og ég. Þannig að þetta var svona kveikjan af því sem ég geri í dag. Þarna hugsaði ég bara mömmu og tengdamömmu og og þessar konur sem eru svona búin að fara þarna undan mér þegar ekkert mátti segja og ég segi bara þetta er bara nákvæmlega eins, það verður ekkert breyst. Svo 4 dætur og ég segi bara það verður eitthvað að breytast, við getum ekki látið þetta halda áfram eina kynslóð enn. Þannig að það gerði það verkum að ég fór bara að tala opinskátt þetta og ég man ennþá mjög skrítið bara fyrst þegar ég sagði þetta orð breytingaskeið, þetta var mér svo fjarlægt. Þetta var náttúrulega bara fyrir einhverja gamla konur sko. Og í hvað þá þegar ég sagði það síðan bara svona opinberlega inn á Instagram. Og fyrst var ég svolítið mikið að pæli við verðum bara búið til eitthvað nýtt orð, það er svo mikil svona, þetta er svo gildislaðið orð, en svo ég segi bara nei, við bara normaliserum þetta, eins og þú varst að segja. Og ég held að það hafi
þetta var í byrjun árs 2021 og ég held að sé búið að gerast alveg helling síðan þá, hvað var það einmitt normaliseringu á breytingaskeiðinu. Þannig að, já. Stuttsaga löng eða löngsaga stutt, en allavega þetta svona gerði það verkum að ég fór að staði þetta og þetta er bara mín ástríða í dag. Ég myndi alveg tengi þarna inn á að því sko, ég ólst upp við það að breytingarskeið var bara eitthvað sem konur þurfti bara að þrauka í gegnum. Akkurat, já. Og bara, já, og líka, þú veist, að þetta hormóna uppbót væri bara eitthvað alveg stórhættulegt sem að bara, og það er náttúrulega einhverja rannsóknir sem voru gerðir sem að reynast bara að vera mjög skaðlegar fyrir konur, en svo náttúrulega komna nýja rannsóknir, en ennþá svona verið að... Við erum ennþá að vinda ofan af, bara það var sem sagt rannsókn sem var gerð, bara sem sagt risastór rannsókn, sem að bara eins og stærsta sem hefur verið gerð, hvað var þetta varðar, og hún mun ekki vera endurtekin, bæði þegar hún var stór, kostnaðar mikil og líka bara, þú veist, það voru svo margir svona vankantar á henni, en þessi rannsókn gerði það verkum að nánast á einni nóttu eftir mikið fjölmiðlafár að þá bara fór notkun hormónum bara hríðfjall, bæði það konu vildi ekki nota þá og lækna vildi ekki skrifa upp á. Og við erum ennþá að vinda ofan þessu fyrir þessa rannsókn, ég man ekki alveg prósentuna hvort það voru 40 eða 60%, það var allavega eitthvað stað þarna í kringum, þú veist, þarna á þessu bili notkun hormónum. Í dag erum við bara, sko, ég heldur sem undir 10%, skiljið, þannig við erum ennþá bara að reyna að klóra okkur af stað. En það var eitt af því sem ég hugsaði þegar ég svona gerði mig grein fyrir því að þetta væri líklega bara hormónabreytingar og breytingaskeiði hjá mér. Fyrsta hugsunum mínu var bara, hvað á ég að gera? Ég get ekki lifað svona og þessir hormónar, þeir eru stór hættulegir. Það var eina sem ég hafði heyrt. Þannig að, en mér fannst samt sko, þú veist, ég fór náttúrulega alveg onni í kanínuhóluna í þessu og fór bara að skoða og komst svo að því að einmitt ástæðan fyrir því ég held að þeir væri hættulegir var bara leifar af þessari rannsókn, gömlu rannsókn sem að sem sagt var þarna gerð og svo var það bara einhvern veginn, já, þetta er búið og enginn var neitt að pæla í þessu neitt meir fyrir en bara núna nýlega. Já. Þannig að, þú veist, en ég gat ekki hugsað mér að halda áfram þú veist, að líða svona áfram og gera ekki neitt. Það á bara einhvern veginn ekki til, sko. Nei. Tengið þú eitthvað við þetta? Já, takk fyrir. Ég svona tengi nú bara persónlega því ég er nú á breytingaskeiðinu sjálf og hef sjálfsagt einmitt kannski byrjað á því fyrr en ég áttaði mig á líklega eins og þú ert að segja sko, því að maður er kannski meira hlusta á einhverjar svona tölulegar upplýsingar heldur hann kannski hlusta beinlínis og líkamann eða og hjá mér var það kannski svolítið erfitt að átta mig á því hvenær breytingaskeiði byrjaði vegna þess að ég var búin að vera með ólíkt þér sem ekki hefði kannast við kvíða þá þekkti ég kvíða alveg það var ekkert nýtt fyrir mér kvíði svona, eða það er nú bara svona gamall félagi og svona fleiri einkenni út af kannski öðru sem ég hafi verið með einhverja svona langvarandi vírussýkingar og þannig að það var ekki beinlínis svona einhver skil þú veist, ég var ekki bara allt í góðu lagi og svo allt í nú er ég komin inn í breytingaskeiðið svoleiðis að mér hefur nú fundist að breytingaskeiðið ekki breyta ekki raunverulega mjög miklu sko en ég þarf þó reglulega að minna mig á hvað að þetta er samt ákveðið skeið sem að hefur svona afleiðingar þú veist að því stundum að maður fara að tengja einhver einkenni við eitthvað annað sko þannig að það er ágætt stundum að finnst mér að fara aftur í að skoða þetta og svo hormónapælingarnar þær eru líka ég einmitt prófaði spurði nokkra lækna þessa og þá heyrði ég þessa sögu sem þú ert að segja að það hefði verið einhver rannsókn sem hefði einhvern veginn sópað þessum hormónum út af borðinu og svo prófaði ég hormón og mér fannst þau ekki svona kannski henda mér og það er kannski vantar stundum inn í finnst mér eins og hefur verið talað eiginlega öll lyf sko það vantar stundum eitthvað svona markvisst tilrauna svið eða maður veit ekki alveg sko þetta er svo skrítið þegar að hver og einn einstaklingur sem er kannski einmitt í svolítið veikri stöðu
fólk sem á kannski við geðrænar áskorunar er að stríða og konur sem er að missa kannski svolítið kraftin allt í einu þegar þeir eiga ekki samtali sín á milli heldur bara við eitthvað lækni og læknirinn er kannski bara með einhverja í besta falli í góðum samskiptum og í endurmenntun og er með góðan kunnahóp og getur verið að pæli en í versta falli kannski bara er bara ekki að mála hjá lyfjafyrirtækjum en allavega er bara sem sagt að skrifa út einhver lyf sem eru núna þykja best en kannski kemur ljós stundum að það er ekkit alveg búið að kanna þau og svo kom alls konar getgátur hvort þau séu hættulega eða ekki þannig að þetta er svolítið svona ég held að allavega að sé að því þátturinn heitir nú sósíalísk stjórnarandstaða þá held ég að sé svolítið líka gæti verið sósíalísku punktur sko, svo ég fari nú frá þessu persónulega yfir í það pólitíska aðeins að hvaða er valdeflandi að ræða saman og að deila þessum upplýsingum sko, svolítið bara eins og í gamla daga þegar konur komu saman og hérna skiptust á mjög mikilvægum upplýsingum og svona var stundum bara voru hérna, brendar á báli eins og nornir því þær voru með þessi valdeflandi meður sko já þannig ég held að það sé ákveðin sósíalísk stjórnarandstaða fólkin í því að ekki reiða sig bara á hérna lyfjafyrirtækin eingöngu en ekki útiloka þau endilega Nei, bara vera með gagnrýna hugsun og hérna já ég er algjörlega sammálaður og það held ég að sé hérna svona essensi í því sem ég geri er ég fór að stað til að fræða konur vera rödd kvennanna og hérna og hjálpa þeim að bæði mitt tengja svona við sig en líka ég mjög og þetta sem betur fyrir hafa orðið mikla breytingar á þessum 3-4 árum en mjög mikið var ég fyrst með konur hjá mér sem voru að koma í ráðgjafa tíma til mín bara til þess að undirbúa sig áður en að fóru að hitta lækni Mér leiðstundum eins og við værum bara lögfræðingar á leiði í réttarsal. Þú veist bara hvernig maður á að tala, hvaða spurningar maður á að spyrjum og ég var svona peppar upp í að standa með sjálfum sér. Þú veist, og en það er náttúrulega bara staðreind að það er mikil gaslýsing varðandi kvenheilsu inn í heilbrigðiskerfinu. Það eru bara rannsóknir sem að sýna það og svo náttúrulega bara svo er þetta þess tímapunktur í lífinu þar sem að maður allt í einu finnst maður ekki einhvern veginn geta treyst sjálfum sér og maður svona bara, þú veist, er ég bara eitthvað í ruglinu eða bara, þú veist, þetta er ekki beint kannski endilega einkenni sem er alltaf hægt að setja fingurinn á eða mæla og þá er maður bara, og maður er lítill í sér jafnvel og þá er maður ekki endilega að fara að standa með sjálfum sér og svona passa upp á sinn eigin hag. Þannig að þetta er alveg hárrétt sem hún segir og það sem kom mér rosalega óvart þegar ég fór að tala við konur í kringum mig þannig upphafi, það var að mjög margar ræddu þetta alls ekki við maka sinn og ekki einu sinni við bestu vinkonur sínar. Og það var ekki gott af því þá var maður líka bara einn með sínum hugsunum og á þessum tímapunkti þá verða þær stundum óhjálplegar. Þannig að þetta er alveg hárrétt sem þú ert að segja. Sko. En er það ekki líka þessi svona flókna saga oft? Að ég til dæmis, þegar nefnir COVID líka, að þá fannst mér svolítið erfitt líka þegar að kannski ég var að tala við lækni sem var að spyrja mig einhver einkenni því að mér fannst svolítið erfitt að átta mig á líka kannski bara einkennum af flensum eða COVID þannig að það þarf að sitja þar eins og maður þurfi svolítið að segja nokkra sögur þetta er ekki bara ein svona yfirleitt er það ekki, þetta getur orðið svolítið svona, hjá sumum kannski er þetta bara svolítið einföld saga, ég var bara í góðu mikilli sveiflu og svo bara hrundi ég niður og var bara eins og gríla og Nei, þetta er alveg rétt og það er margt sem svona overlappar, þú veist og ég mikið tala um það að það er mjög algengt að einmitt kulnun sé greind þegar það er kannski svona grunnurinn að kulnun er út af hormónabreitingum, það er vefjagigt og þá þú veist það er mjög algengt að konur sem betur fyrir eins og ég segi það er margt búið að breytast og margt gott búið að gerast en það sem ég heyriði mest á þannig upphafi var það að konur fóru til læknis með svona alls konar bland í póka og að þær voru greindar með vefjagigt og þær voru settar á geðlyf, þær voru settar á svefnlyf, þær voru settar á verkjalyf og gigtalyf
og svo einmitt fóru þar kannski í veikindaleyfi í vinnunni, fóru í gegnum virk og virk er náttúrulega að gera frábæra hluti, skilji, en sem sagt kannski erfitt fyrir þau að hjálpa þar þegar það ekki hort á grunn orsakina sem eru hormónabreytingar sem að hafa svona víðtæka áhrif. Við erum með hormónaviðtaka á öllum frumum í líkamannum, þar að leiðandi eru einkennin svo margvísleg og þetta er svona bara fjölkerfa vandamál sem geta komið upp og og þú veist, og svo mikilvægt að tala þau, allir eins og ég sagði, þá oftast verið talað að ef þú ert hætt á blæðingum, ef þú ert orðin 50, þú ert með hita og svita, kúð og pirruð, já, þá ertu konur breytingaskeiði. En konur hafa fengið að heyra svo oft, ertu finna fyrir hitakóðum? Nei, þá ertu ekki komin á breytingaskeiði eða þú ert alltaf ung eða blóðpröðunan er bara í góðu lagi, skiljiði, en við vitum það núna að svona upp á 45 ára þá eru blóðpröfur ekki sem sagt marktækar til greiningar heldur á að fara eftir klíniskum einkennum þó blóðpröfur til þess að mæla alls konar getur verið alltaf hjálplegt en það getur, af því það fer eftir bara í hvað sveiflu við erum, hvernig við fyrir með blóðpröfuna, hvað kemur út úr henni og við erum kannski í góðri sveiflu og þá kemur þetta er bara fínt. Þannig að þetta er erfitt oft að greina og eins og segi, konur voru ofta að koma út bara með lyfjakokteil sem virkaði ekki, fóru í gegnum virk, náðu sér ekki á strik, voru ennþá í langvarandi veikindaleyfi eða jafnvel duttu alfarið út af vinnumarkaði. Þannig að og náttúrulega við erum að upplifa þetta allar á mismunandi hátt. Þetta er eitthvað svo löturlegt, þarna konan, það voru að gera nokkra kvikmyndir, svona einmitt kona á miðjum aldri sem fer út einhvern veginn með þessa pillur í poka og það er svolítið svona skömm líklega, þú veist að vera bara með einhvern að því að þá er svona eins og hugarfarið er þetta, það er eitthvað að, þú fungerir ekki lengur eins og átt að fungera, þannig að það þarf svona eins og gefa þér eitthvað svona meðul til að lækna þig eða laga þig. Já. Þannig að þú ert eitthvað svona óeðlileg. Já, bara svolítið bara komin á síðasta söludag vinnan. Þú veist. En að því varst að tala um nornir og svona, ég tala oft um það í fyrirlestrunum mínum þá er ég að tala um hvernig var hort á breytingaskeiði svona í gegnum aldirnar og bara fram til 1980 var þetta stemplað sem geðsjúkdómur og eitthvað staðar svona þarna á 19. öldinni og þar, þú veist, 17 til 19. öld þá að tala að þegar konur hætt á blæðingum þá tíðablóðið að teppast inn í líkamannum og valda eitrun upp í heila og þess vegna var það svona klikkaður og þurfti að loka þær inni. Ég meina, konum voru lokaðar inni á hælum í stórum Við hlæjum að það er þetta ekki fyndið og svo segja alltaf, og hvað hópur fólks var það sem var brendur á báli? Það voru miðaldra konur að reyna að hjálpa sér og öðrum með einhverjum svona öðruvísi nálgun á hlutina. Þannig að einmitt eins og segir, við erum náttúrulega, við konur erum í þessu en það er ekkert alltaf verið vel séð endilega, Nei, mér finnst það nefnilega, ég er náttúrulega alltaf bara að þrauka þetta breytingaskeið svo allar aðrar konur. Akkurat, þetta er nú náttúrulegt og maður fer bara í gegnum þetta og fer bara á hnefanum, einmitt. En svo náttúrulega bara er mjög krefjandi námi og ég var farin að upplifa bara einmitt þennan kvíða og bara framistu kvíða, þú veist, bara get ég þetta, þú veist, nei, ég var komin í svona leiðinda hugsanir, þú veist, ég átti orðið erfitt með að sofa, ég átti erfitt með að vakna, þú veist, ég hafði ekki orku í að vera til, þú veist, og þá er einhverjum með svona vinkona mín alveg bara, hefur heyrstu minna, þetta var eitthvað opnað, en mjóti eitthvað kvennheilsa, hefur heyrt þetta eitthvað, ég bara, nei, en þá var ég nefnilega búin að fara í blóðprufur og hormónin er allir bara rosalega fínir og það er bara ekkert að þér og ég fór þarna og talaði við þar fór á eitthvað námskeið. Já, einmitt. Ég var ekki búin að taka estrógeli lengi þegar líf mitt bara snerist við, Og ég var alveg farin að sjá bara, ég er semst ekki að fara að ráða við þetta nám, Þú veist, það var komin í svona mjög óhjálplega hugsanir og líka bara skapið maður. Þú veist hvað klærnar voru fljótar að koma pirringurinn og þetta sem að ég gat fara að taka gleðinu mín aftur og ég hef talað um þetta við vinkonu mín eins og eins að þegar ég var farin að hugsa að kæfa kallið minn með púðunum að þá ákvæði nú að fara að láta skoða þetta eitthvað. Já, að kæfa hann að því að hann blikkaði augunum úr hratt eða andað og hátt. Eða andað og hátt eða eitthvað svolítið. Fólk sem vinnur í afgreiðslustörf, ég heyrði einhvern sem var með afgreiðslu sagði að erfiðustu konarnir væru konur á breytingaskeiði þeir væru svo reiðar ef það væri eitthvað svona fengu eitthvað vittlust afgreitt og svo laus. En mér finnst eitthvað samt svona kemur upp í manni
líka einhver pólitík að hvort að þessi reiði sé ekki bara svolítið réttlætt reiði ef hún væri virkjuð, ef að konurnar bara gengu í stjórnmálaflokka og gerðu smá byltingu en í staðin fyrir að vera eitthvað dempa reiðina og setja sig einhverju krem og nú ég gera lítið en maður fyrir að hugsa svona, þú veist, að bara laga sig og vera þá fín og góð húsmóður áfram. Sko, þetta er mjög góð punktur út af því að það er eitt sem ég líka tekið eftir hjá þeim konum sem kom í viðtöl til mín er að þegar þær síðan fá hormón uppbóta meðferð og ná aftur smá jafnvægi og takti að þá einmitt beinist, þá hættir þetta að vera pirringur og reiði út í allt og alla og ekkert skilji, en það fer einmitt að vera, ég veistu það eða veist að mér bara drull og þú veist, ég ætla að gera þetta svona, þú veist, þannig að þá fer þetta í betri farveg og þær fá oft svona einhvern auka kraft og fara að gera hluti sem þær hafa kannski, þú veist, þær látið sjálfa sig sitja á hakanum, þú veist, verið síðastar í röðinni, þarna fara þær kannski bara að setja sjálfa sig fyrst og loksins að skoða hvað þeim virkilega langar, hætta alls konar og gera breytingar og eitthvað og það er svo frábært. Þá fer þessi kraftur í það en einmitt ekki afgreiðslu fólki sem á sér einskils von, skiljiði. En þá þurfum við líka að fá og oft kemur þetta líka bara út af mikilli vanlíðan. Það er rosalega erfitt að vera með langvarandi verki, sofa ekki heilu næturnar með óhjálplegar hugsanir og mikinn kvíða og deburð og þú veist, þú ert með höfuverk og þú ert með þú veist, liðverki, vöðvaverki, þú veist, bara þetta er öll flóra og þegar þetta er dag og nótt eftir nótt og í langan tíma þá bara dreinast batteríið þitt og þá þarf svo rosalega lítið pluss það að hormón hafa þessi áhrifin í heila á þessi heilastöðar hjá okkur sem að einmitt ættir svona aðeins að stjórna skapinu og líðaninni. Þannig að bara það að konur fái þessi aðstoð og geti þá bara verið pirraðar að réttri ástæðu eða þær vilja það, en einmitt beint þessum kröftum í, þú veist, aðrar áttir, sko. Já, maður kannski fer svolítið út úr tilfinningaheilunum og fer í rökheilunum, verður reiður rökheilunum ekki tilfinningaheilunum. Já, ég kalla þetta, sko, ég tala oft þetta, að því ég var svo mikið að stúdera heilan og útskýra það, við erum með þennan rökheila, svo erum við dramadrottninguna. Og þegar hormónir þá eru þeir svona svolítið að stýra þessu öllu og allt saman, svo allt í einu fara þessar hormónar minkandi og þá er dramaheilin bara leikur lausum hala og gerir allt vittlust í bara líðaninu okkar og hvað maður segir og maður líður stundum þegar ég bara svona horfði tilbaka bara svona, og þú veist, hver var þetta? Þetta var ekki ég, skiljiði, þú veist, og ákveðnum tímapunkti að því að allt í einu eitt af því sem gerist oft hjá konum er að allt í einu fara konur að upplifa vanlíðan dagana fyrir blæðingar, þannig að þær fara að upplifa fyrirtíðaspennu eða jafnvel fyrirtíðaspennin verður svæsnari og ég var bara orðin á klukkunni minni, þú veist, á dagatalinu við manni minn, herði, jæja, nú við erum á dettin á þetta tímabil, bara myndu ekki trúa öllu sem ég segi, ég ætla að reyna að trúa ekki öllu sem ég hugsa og svo bara hittistu hinum megin og þú veist, og þá bara svona að því að þú veist, þetta maður verður, það er eins og maður sé andsettin stundum og ég er ekki að segja að við getum skilt okkur á bakvið þetta eða neitt, en stundum þegar ég svona kem upp úr kafi að þá hugsa ég bara hvað var að gerast síðustu, þú veist, 2-3 daga eða eitthvað, að því þú veist, það bara maður næri einhvern veginn ekki alveg stjórninni og það er bara, og þetta getur verið að gerast reyndar, ég er líka mikið að tala bara tíðarhringinn almennt, að þú veist, hvernig sveiflurnar okkar eru, við þurfum mismunandi hluti og þá er ég að tala bara hvernig við hlúum að okkur, nærum okkur, hreyfum okkur, félagslega batterið okkar, þú veist, hvað við getum í vinnun og allt þetta, það er mismunandi eftir hvar í tíðarhringnum við erum og þú veist, það hefur ekkert endilega með breytingaskeiði að segja, en það getur oft orðið svona svæsnari sveiflurnar þegar við dettum inn á breytingaskeiði síðan. Þannig að þetta er, já, eftir að tíðarhringurinn, eftir blæðingar, er það ekki einhvers konar hringrás ennþá samt? Jú, þegar við hættum að hafa blæðingar. Já. Ég hugsa, ég hef oft talað um þetta, margar konur sem eru hjá mér sem eru
komnar í það sem við kallum eftir tíðalok, það tímabil sem fylgir okkur bæði og út æfina, það breytir kannski ekki klárast aldrei, það bara breytist, en og þær finna ennþá fyrir einhvers konar sveiflum og þannig að þú veist, þannig að það getur alveg verið í gangi í einhver tíma þó að þetta sé svona kannski orðið öldurnar eru svona búið að lægja aðeins þegar við förum, en sko kannski gott að taka það fram að einmitt varandi breytingaskeiðið, ég hafði alltaf heyrt bara tíðalok, það var eina sem ég hafði heyrt, já bara breytingaskeiðið þegar blæðingarnar hætta. Svo fór ég að gramsa betur og þá það bara svona einn lítill punktur í þessu ferli, en fyrsta tímabilið það sem kallað perimenopause eða forstig tíðaloka og það getur verið 2 ár, 10, 12 ár. Frá því að bara fyrstu breytingar á hormónum byrja þanga til að við getum sagt að við séum komnar í tíðalok og það þegar við erum búin að 12 mánuði án blæðinga þá getum við tikkað í boxið og haldið partí. Það sem gerist eftir það eftir tíðalok og eins og ég segi það fylgir okkur síðan út ævina. Hvernig birtingamyndin og breytingarskeiðin mismunandi eftir á þessum tímabilum en hormónabreytingar geta byrja bara upp úr 35 ára. Og þess vegna ég svo mikið að reyna að ná til yngri kvenna að því ég hefði viljað vita það. Að því, þú veist, bæði bara að vita svona aðeins hvað að fara að gerast en líka bara ég hefði farið aðeins öðruvísi með mig. Við erum svolítið naglar, sérstaklega íslenska konur og bara upp úr 30, þú veist, þá hefði ég viljað fara bara svona aðeins að líta inn á við, læra tíðarhringin, ég vildi náttúrulega óska þess að manni væri kennt aðeins hvernig maður á að svona fara með sig eftir hvar maður í tíðarhringnum og þú veist, ég hefði passað þessu upp á streituna mína til dæmis, en þarna gerist oft, þú veist, eru konur búnar að mennta sig, komnar kannski að stað í sínum starfi á góðan stað, farnar að taka meiri ábyrgð, þú veist, þarna eru þær komnar með börn og það nóg að gera í því og skilurðu, og svo á maður að vera, gera, hafa, fara, þú veist, allt og við erum með marga bolta á lofti og svo þegar maður kannski allt í einu fyrir að finna fyrir því að maður á erfiðara með að halda þessum boltum á lofti og fyrir svona að missa einn og einn eða svona næstuði missa, að þá bara fyrir við meiri í hörkuna og bara nei, ég ætla að vanda mig ennþá meira að halda öllum sem boltum og kannski líka bara bæta við boltum til að sína fólki að ég sé nú ekki dauður öllum æðum skiljiði. En þarna ættum við kannski einmitt frekar að vera aðeins að vega og meta þessa bolta, þarf ég virkilega að halda þessum á lofti, get ég kannski sett hann til hliðar. Að því að fyrsta sem gerist þegar hormónabreytingarna verða, það raunin tvennt, það annars vegar ég ætla að segja varandi testosterón. Testosterón bæði á konum og köllum og já, konur eru líka með testosterón og framleiða testosterón. Það byrjar bara, það hefur svona minna kannski endilega með svona breytingaskeiði per se að gera heldur bara við erum, þú veist, það næra ákveðin svona hámarki, þú veist, þannig upp úr 20 og eitthvað ára og svo fer það bara svona hægt og rólega niður á við. Og þannig að það getur verið að kikka inn allt í einu, bara testosteróni farið að droppa. En það fyrsta sem gerist var að sko eggjastokkan okkar, fyrsta hormónið sem að fyrir að hafa áhrif á okkur þegar prógesterónið okkar lækkar og prógesterónið svona streitu skjöldurinn okkar, þannig að það sem gerist það að prógesterón einungis framleitt þegar við höfum egglos, þannig að bara við höfum ákveðið magna eggjum, svo bara eftir því bara eftir okkar genum, eftir áföllum og álægi og allt þetta þá þú veist, það alls konar lífstíl hefur áhrif og reykingar til dæmis geta flýtt fyrir þessu öllu, að þá fyrir við að hafa blæðingar sem eru eggloslausar. Við tökum ekki eftir neinu, við erum bara með blæðingar svo vennilega. Við tökum ekki endilega eftir hvort að, þú veist, það var eitthvað egg sem komið ekki, þá framleiðist ekki prógesterón. Og þá allt í einu finnum við kannski einmitt þennan aukna kvíða eða svona, maður ekki alveg við eða einmitt einhver óhjálplega hugsanir náum ekki öllum boltunum og svo koma kannski 3-4 mánuðir og þá bara allt eðlilegt og við höfum bara venjulega blæðingar með okkar egglosi og náum að gera allt sem við ætlum að gera, þannig að þetta var svona bara eitthvað one-off. Svo kemur kannski aftur 2 mánuðir í röð þar sem svona, þannig að þetta svo lúmst og við tökum ekki eftir þessu og erum ekki að velta þessu fyrir okkur, fyrir að við erum allt í einhvern veginn komnar út í horn. Annarkvort klessum við á vegginn, ég meina hvað þekki ég marga konur sem hafa farið í gegnum kulnun eða eru þar eða eru að jafnast eftir það. Allt og margar, einmitt. Og og þá erum við einhvern veginn, þú veist, komna svo langt inn í þetta
og einmitt komin í þennan streitufasa og þá fyrir að bætast við að estrogeni fyrir að fara í eitthvað svona flögt og þannig að það koma ennþá fleiri einkenni og ennþá eru konur jafnvel ekki einu svona að fatta að þetta í gangi, jafnvel búin að fara til læknis og hann segir þú ert allt ung, þú ert ennþá með blæðingar, þú veist, blóðpröfurnar í lagi, þannig að þær eru kannski búin að reyna en þú veist, hafi ekki fengið svörun í rauninni. Þannig að ég vil að yngri konur bara upp á 30 fari að svona átta sig á sjálfum sér, svona fylgjast aðeins með sér bara til þess að kunna á sig þegar að þetta ferðalag byrjar og geta þá fyrr kannski mitt svona herði, já, nú eitthvað, ég ekki alveg eins og ég á mér að vera, þarf ég kannski að skoða einhverja lífstílsþætti og það svo margt hægt að gera bara, það eru svona 6 púsl sem að mér svona, ég tala alltaf að þurfum við svona púsla saman. Eitt af því eru hormónar, en svo það streitustjórnun, það hugafarið okkar, það næringin og það hreyfingin og það hvíld. Þannig að þú veist, ef maður svona kann inn á sig með þessa þætti svona á bakvið eyrað og fer kannski að líða eitthvað skringilega, að maður sé svona þess að skoða hvar get ég tekið til, eða þarf ég kannski að, þú veist, breyta einhverju. Kemur ekki smá stjættavingill aftur hérna inn í þetta, sko, varðandi sem sagt, ef að heilbrigðiskerfið þannig að læknar kannski annað því ekki að hlusta á langar flóknar sögur og konur eru afgreiddar sko með skeiðklukkunni og kannski bara þær sem eru efna meiri hafa tök á því að fara til þá sérfræðinga eða einhverja sem gefa sér tími að hlusta og geta leyft sér að vera ekki með svona marga bolt á lofti og þannig þetta er svona þetta hefur gríðarlega áhrif algjörlega og ég eins og segi, ég mikið búin að vera að fara inn í fyrirtæki og vekja athygli á að því að við erum að sjá það að það gríðarlegt sko, ég skoðaði örorkuspá fyrir svona einhverjum 2 árum þá rakst ég á þá og ég fór að stúdera og það rosalega áhugavert að sjá, þetta var skýrsla sem var gerð fyrir Öryrkjabandalagið og það áhugavert að sjá frá 40 að þá bara súlurnar, hæðin á súluritunum fyrir konur, þá eru þær bara sem sagt í 6 efstu sætunum fyrir utan 1 að það eru kallmenn í man ekki 60 plus, allt annað 40 plus við erum að tala að ég held að sé 70% þeirra sem komin til virk eru konur 40 ára eldri og ég á með fyrirlestur daginn hjá Tryggingastofnun og forstjórinn hún kom þetta máli við mig og sagði að hún hefði ákveðið það eftir að hafa heyrt þessar tölur frá mér þegar ég var að tala þetta á fyrirlestri. Þau voru að fara í stóra rannsókn á því af hverju stærsti hluti þeirra sem á endurhæfingarlífeyri eru konur 50 plus og þannig að þau ákveða að setja spurningar breytingaskeið inn í þetta til þess að sjá hvort að það sé faktor sem ég held að sé klárlega sko. En það ekki þá félagslega þátturinn algjörlega samofinn þá þessum líffræðilega eða heilalega eða þú ert að segja að því að það talaði mér ekki að konur eru á 3. vaktinni eða 4. vaktinni með allt svoleiðis og svo bara kannski, ég meina, feðraveldið skilgreinir störf kvenna gerir minna úr og verðmetur störf kvenna og framlag kvenna til samfélagsins kannski minna þannig að þetta þessi hugarfarsþáttur líka með sjálfsvirðinguna og svoleiðis. Og það alveg sko, þú veist, það vitað að áföll og streita og álag getur haft áhrif á sem sagt birtingamynd breytingaskeiðsins sko. Þannig að maður veit það náttúrulega bara að þú veist að vera í erfiðri stöðu bara félagslega, fjárhagslega og allt þetta setur og sjálfsögðu álag á kerfið sko. Já. Það verður ekki bara lækna með einni hormónapillu. Alls ekki, nei, þetta eru margir þættir sem, og ég mig fullt af konum hjá mér sem eru hjá mér reglulega sem eru á öllum þessum hormónameðferðum en það þarf bara meira. Þær þurfa kannski leiðbeiningu með hvernig það geta styrt sig, þú veist, andlega og hugarfarslega, í næringuna, hreyfinguna og allt þetta sko. Já. Ég nefnilega líka svona út frá þessu fór ég líka að hugsa sko samfélagið okkur svo rosalega hratt. Það allir á hamstrahjólinu til að eiga í salti grautin sko. Í rauninni hefur maður voðalega lítinn tíma til að setjast niður og gaumgjafa hvað að gerast og svona. Og þetta líka eitthvað sem við þurfum að fara að taka inn í, þú veist, við þurfum að fara að hægja á samfélaginu aðeins, skilur, þetta má ekki allt snúast bara hvað
þú veist, ég þarf að hlaupa hraðar til þess að ég geti gefið börnunum mínum að borða og fyrirtæki græði meira, skilur við verðum aðeins að fara að balansera þetta, sko, við getum ekki tillit til okkar sjálf. Sko. Nei, sko, ég algjörlega samanlega, við eins og ég segi, við byggum í 4 ár í Bretlandi og tæp 4 ár í Þýskalandi og þegar við erum öll flutt tilbaka og meira segja þessi yngsta dóttir að vorum 14 ára að flytjum út og við vorum öll að tala það bara svona, ok, við þurfum að undirbúa okkur andlega áður en við förum aftur í hringuðin á Íslandi. Því við vorum að kynnast auðvitað náttúrulega vorum við með aðrar félagslegar aðstæður úti. Við vorum náttúrulega, maður þurfti ekki að vera að sinna eins miklu að því að maður var með minna félagslegt net en sko, við til dæmis við maðurinn minn tölum ennþá sko, þýskir sunnudagar. Það allt lokað. Þú mátt ekki slá, þú mátt ekki fara með gler í gámana. Þú veist, sumstaðar með þessi að í Þýskalandi mátt ekki hengja út þvott. Það eru bara heila í sunnudagar til þess að þú sért einmitt hlúa þér og fjölskyldinu og eitthvað svona. Og við bara söknum, og þú veist, ennþá þessara sunnudagar, auðvitað gætu við búið það til hér, en það er bara, hér er allt í gangi, það er, þú veist, allt opið og þú veist, allt að gerast og maður svona sogast ósjálfrátt inn í þetta, sko. Þannig að þetta er alveg hárrétt sem þú segir, sko. Félagslega umhverfið hefur, þú veist, eða samfélag okkar hefur mikil áhrif á þetta og bara eins og til dæmis, ég tala oft það í fyrirlestrunum mín á vinnustöðum og ég er aðeins að tala líka hormónabreytingar karla sem er nú bara eiginlega ennþá meira tabú heldur en okkar og þarf alveg að huga að og ég er svona bara að fara í gegnum þeirra sem sagt sveiflu í hormónum sem er þá testosterón. Þeir sko hlaða testosterón á nóttinni, svo kláraði byrðirnar sínur yfir daginn, klára vinnudaginn, koma heim, borða, fara í sófan og færa sér í rúm, hlaða aftur, meðan að við erum í þessum mánaðlegum sveiflum, þannig að engin vika er eins. En vinnudagurinn er að sjálfsögðu settur upp með að við svona eins og með þarfir kallmanna í rauninni. Ég hef aldrei heyrt þetta. Eru kallmenn þess að með hringrás þeirra er bara sólarhringssveifla og hvernig er mánaðarleg? Já, þannig að við erum að tala sko, þú veist, þú veist, þegar við byrjum á blæðingum þá eru hormónir mjög miklu lágmarki og svo kemur ákveðin sveifla svona fyrir eglós, þá kemur til dæmis kikkar testosterónið inn að því að þá er búið að því við erum náttúrulega að gera það til þess að búa til börn. Þannig að þá verðum við rosa, fáum sjálfstraustið og erum bara, finnst okkur vera rosa flottar og sexy og förum að horfa á hitkynnið og svo kemur eglósið og svo er ekkert engin frjóvgun, þá fara, þú veist, og hormónin fara all niður og þá förum við svona aftur inn í hýðið okkar, félagslega batterið, þú veist, það fer aftur niður og það er mjög gott einmitt svona fyrir síðustu vikuna, dagana fyrir blæðingar vikuna, að þú veist, klára to-do-listan sinn og eitthvað því við vitum að við erum að fara aðeins inn í hýðið okkar aftur, nennum ekki að hitta fólk og eitthvað, þú veist, við erum í þessari hringrás sem er svona cirka mánuður, meðan að þeir eru með þessar svona dagsveiflur, þannig að þú veist, þeir eru með mesta testosterónið á mótnana, þeir eru að fara út og drepa daginn, skiljiði, og svo bara svona dregur aðeim þegar líður á kvöldið og þeir er mitt sofna í sófanum og allt þetta og hlaða svo aftur í nóttina tilbúinir í daginn. Þannig að það er svo áhugavert að horfa á samfélag okkar út frá þessum mun og hvernig allt er stillt upp meða við þeir sem er kannski líka bara, ég meina þeir voru á sínum tíma útivinnandi og við vorum heima og svo var þetta þannig eins og bara kynslóðina mömmu, hún er fædd 53, þá voru konur heima og að vinna úti, skiljið, þannig að ég get ímynda mér að það hefur verið ansi erfitt svona, þú veist, á þessum árum þegar þú varst að sanna þig fyrir vinnumarkaðnum að konur getur unni líka en þurfti áfram að halda öllum boltum og loftum heima, sko, þannig að þetta er áhugaverð pæling, sko. En í góðsögunum, maður hefur náttúrulega, sko, konurnar eru tengdar tunglinu og kallmenn sólinni svona í góðsögulegu skilningi, þannig að það er núna bara líffræðilega eiginlega er það svolítið þannig og ég fann einhvern tímann bók út á svona einhverjum markaði út í Brooklyn, það var bara einhver að selja út á götu þessu leysbækurnar og ég man nú ekki alveg titillin, það var sko, það er eitthvað dark í titlinum og tungl, það er eitthvað og ég las bara ég las þessa bók, sko, en það voru nokkrar línur sem bara eiginlega breyttu ýmsu því hvernig ég hugsaði, því það var verið að tala ég man ekki hvort það var verið að tala breytingarskeið, það var raunverulega að tala bara að held í konur frekar en kallar, mjög nákvæm en það var bara raunverulega verið að benda manni á að virða þessar, ekki að gera þá kröfu að við byggjum í samfélagi sem er raunverulega með allt annars konar
hvað það, plan eða svona rytma, já, sem raunverulega jafn og svo eru fríin og svo eru en á meðan að maður væri í sko tungl þá var þetta líklega verið bara að tala allir kvenna sko, að konur væru í þessum tunglringjum sko og þá var ráðlegging þessi þegar þú ferð í dimma hvað hnignunnar skeiðið eða í hverjum því að þá ekki að streitast á móti því heldur að leyfa sér að fara inn í það sem inn í myrkrið einhvern veginn. Það er oft talað þetta hún doktor Erla Björnsdóttir svefnráðgjafi og svo gaman ég var að hlusta á hann daginn og ég hef mitt séð þetta á nokkrum stöðum. Það er talað þetta sem sko það er vetur og svo þú veist innri vetur vor og sumar og haust þetta svona og þetta meikar svo mikinn sens sko og ég tala þetta oft þetta þegar ég er að tala hvað við þurfum mismunandi hluti í tíðarhingnum að við undirbúum okkur ok, nú fer að líða því að ég þú veist, fer að fara blæðingar þú veist, fullt af hlutum sem ég ætla að vera búin að gera ætla að klára það, ekki taka eitthvað rosa ákvarðanir til dæmis þegar þú ert í myrkrinu, þú veist þannig að í vetrinni þínum og þannig að þú veist ég held að ef okkur væri til dæmis kennt þetta svolítið í skóla bara, þú veist, okkur fekk maður enga fræðslu þetta. Ég hefði til dæmis hagað málunum mínum allt öðruvísi hvað var það bara næringu og hreyfingu. Flestar rannsóknir sem hafa verið gerðar á alls konar svona einhverjum, þú veist, eins og bara keto og föstum og bara alls konar varandi æfingar og svona, þetta eru gert á karlmönnum og svo eru bara við að gera eins, en þetta bara hentar okkur ekki eins. Og ég veit ekki, það eru örugglega fullt af konur sem hafa allir með svarið í eitthvað svona átak með manninu sínum og þeir bara rétt farin að stað og hann er búin að missa 5 kíló og 3 dögum líka við og þú veist, það er ekkert að gerast hjá okkur, kannastu þetta? Þú veist, við erum að fylgja sama prógrama, akkur er þetta ekki að virka? Það er bara því að þessi prógram eru hönnuð fyrir kalla og virka ekki fyrir okkur. Og í talangum þegar við förum inn í hormónabreytingar, þá þurfum við að huga allt öðruvísi að þessum hlutum, sko. Við komumst upp með alls konar hluti framan af, þú veist, þanga til svona í mig 35-40 þá bara komumst við, þá breytast leikreglunar og við getum ekki haldið áfram að spila sama leik. Það eru bara aðra reglur og við þurfum að átta okkur á því og finna út svona, komur að segja, nýtt svona gameplan í rauninni. En ef maður er ekki að pæla í því og maður heldur áfram bara að nota sama gamla gameplanið og allt í hennu virkar ekki neitt og þú veist, og maður verður bara pirraður og þú veist, og skilur þetta ekki. Þannig að mér finnst mjög mikilvægt að yngri konur bara svona hafa þetta bak við eyrað, að ekki vera hræddar, alls ekki, þetta er mjög áhugavert skeið og þetta geti verið tekið á og verið erfitt, en ef maður, ég vil segja erfiðast þegar maður veit ekki hvað er að gerast fyrir sig, skiljið, þegar maður er bara í myrkrinu og bara what? Já, og ef það ekki, ef þú heldur að þetta sé bara eitthvað sem hendir þig og það sé eitthvað sem þú setur eitthvað gallað eintak eða svoleiðis. Það er rosa erfitt og ég hef heyrt það frá mjög mörgum konum bara svo gott að vita að ég er ekki bara eina sem er að upplifa þetta. Þú veist, þannig við erum saman í þessu í rauninni, sko. Þetta er svona, það er svo gott að finna hvað maður að segja, samtakamáttin, finna systur sína, þjáningarsysturna sína, skilur þú veist. Svo fjöldi, ég er bara svo óhrætt orðið að tala bara, breytingarskeið og ég segi bara ungu, þið getur fara að hlakka til, skilur þetta er bara svona, við segjum svo margar þessar sömu sögu og höldum oftar við séum bara einar sem erum svona ómögulegar í skapinu og allt þetta með svo óhjálplegu hugsanir eða hvað sem það, konur eru að gangi í gegnum, sko, og svo líka bara, þegar ég fór svona virkilega að pæla í þessu, þá fer ég líka bara að horfa, þú veist, á formaðu mínar, mömmu mína, ömmu mína, frænkur mínar, þú veist, og svo bara, þú veist. Já, sammála. Að því ég bara, amma mín átti alveg bara rillilega erfitt á þessu tímabili, sko. Já. Og ég minna var eitthvað að tengja það að hún var á breytingarskeið. Nei, hún bara harka af sér og skilur, láta sem ekkert séð örugglega. Já, og svo líka, sko, að ég er mjög mikinn áhuga áföllum. Og mér langaði mitt svo að spyrja þig, er breytingarskeið, getur það verið erfiðara fyrir fólk sem hefur upplifað erfið áföll eða?
Sko, það sem að gerist og það sem mér fannst mjög áhugavert ég bara fatta þessa tengingu því munið ég var að tala kulnun og hvort að þið þekktu konur sem að hefðu farið í kulnun. Ég maður bara eftir mitt svona kulnunar ástand þá fór ég bara að velta fyrir mér akkur bara nánast önnur kona sem ég þekki einhvers staðar í þessu ferli annarkvort ég sé hún á leiðinu þangað, hún þar eða hún nýbúin að jafna sig eða komin á stað aftur eða svona skiljiði þannig að ég fór eitthvað að velta fyrir mér hvað verður konur 40+, akkur Svo lærði ég það og þetta fannst mér mjög áhugavert að hormónarnir okkar eru sem sagt framleiddir í eggjastokkunum en í smá leyti líka í nýrnahettunum. Nýrnahetturnar líka það sem að streituhormónin okkar eru framleidd. Já. Það sem eiginlega gerast í svona í fullkomnum heimi það að bara okkar eggjastokkunar okkar svona minnka smátt og smátt sína framleiðslu og svo í rauninni taka nýrnahettundur okkar, gríp okkur og fleyta okkur svona fallega og mjúklega inn í þennan helming ævinnar. En þar sem að við erum búin að svolítið að bara klára nýrnahettundur okkar, svona svo ég einfaldi þetta mjög, þú veist, bara með allri streitunni í lífin okkar, alls konar mitt áföll sem koma upp á og þú veist, þá í rauninni þær taka ekki þátt í þessu lengur þannig að við bara svona smellum á andlitið og máli að streituhormónin og kynhormónin eru alltaf að rífast pláss og streituhormónin munu alltaf segja því að bara svona frá þróunarsögunni þá eru þau að halda okkur á lífi og ef við hugsum bara tilbaka þegar við vorum hellisbúar að ef það var einhver hætta sem steðjaði að okkur þá voru einhver dýr eða eitthvað annað fólk eða hungursneið og veður og eitthvað þá var ekki rétti tíminn til þess að eignast börn streituhormónið, þú veist, þau voru keyrðu upp og við fórum bara í survival mode bara að halda okkur á lífi og við vitum það að ef við finnum streitu, þú veist, meltingin stoppar þú veist, það fer allt í að halda okkur á lífi í dag eru hætturnar í lífin okkar það er fullt aðeins, það eru bara öðruvísi, það eru í símanum okkar dagstælega, það eru bara í samfélaginu, í vinnunni og hausnum á okkur og allt svona. Þannig að það sem að gerast það að prógesterónið að minnka sem streituskjöldurinn okkar og við fyrir jafnvel að, þú veist, einmitt berjast á móti og þú veist, og reyna að gera ennþá betur af því að það eru alls konar kröfur í samfélaginu og það eru líka alls konar kröfur sem við setjum á okkur sjálf og það sem gerist í rauninni bara, þú veist, við bara krössum af því að eggjastokkarnir eru búin að minnka sína framleiðslu, nýrnahetturnar bara hættar að spila með og við bara svona, þannig að það er oft erfitt að sjá hvað eggi og hvað hænan varðandi til dæmis eins og varðandi kulnun og breytingaskeiði, hvað það sem í rauninni, þú veist, þetta hrein og klár bara kulnun og þú bara svona kemst í gegnum það, eða var það kannski blanda báðu, var það kannski, þú kom með hormónin voru varnir að minnka en svo kemur eitthvað áfall eða eitthvað bara mikil streita og álag sem ítir fram af bjarginu skilurðu. Þú veist þannig að það er rosa erfitt að segja til en máli bara þetta svolítið samtvinnað. Þess vegna segi ég bara upp úr 35 ára bara verðum að fara átt okkur á streitinu okkar og svona bara virkilega huga að streitustjórnun og það sem svo þetta svo tvistið sko, út af því að þeirra prógesterónið fyrir niður og dramaheilin tekur yfir í hausnum á okkur sem býr til rosa mikla streitu að þá getur verið ansi oft erfitt að tempra þessa streitu skilur, þetta rosalega tvistið, sérstaklega ef maður einmitt ekki að huga neitt að þessu og bara, þú veist, í lífinu og bara að gera og vera og allt þetta og svo bara virðist þetta stundum einhvern veginn bara hellast yfir mann en þá kannski búin að vera einhver aðdragandi sem við höfum bara ekkert tekið eftir eða pælt í, ekki gefa okkur tíma sest niður með sjálfum okkur og svona velti þessu fyrir okkur og kannski heldum við mitt eins og ég að breytingaskeiði væri bara fyrir gamla konur þetta var ekkert langt í framtíðinni hjá mér skilja ég. En byrju, það þannig að þú ert að tala kannski áfallasögu sem ekkert ný á nálinni, einhverja gamla áfallasögu jafnvel úr æsku eða úr einhverju, það ekki þú ert að tala gömul áföll sem að þegar að prógesterónið svona hættir að vera þessi vörn og nýrnahetturnar eru útbrunnar eða svona bara að þá engin, þá allt í einu bara flæða þessi gömlu áföll svona eða það að þau hafa líka brennt þessar nýrnahettur? Já, ég held að sé svolítið bæði. Já, þú veist, þannig að þú veist, þarna fyrir við allt í einu einmitt ekki alveg að stýra
rökheilanum eins vel og allt það, en líka einmitt að þú veist, við vitum það bara áföll hafa svo ótrúlega líkamlega, hvað maður að segja, líkamlega áhrif á okkur. En það hefur ekki þetta viðnám lengur, kannski, ef þú hefur ekki unnið úr því. Já. Nei, einmitt. En hvað með oxytocin, það ekki hormón, sko, er það ástarhormónið? Jú, það er svona einmitt, umhyggjuhormónið og svoleiðis. Og ég man einhvern tímann, ég veit ekki hvort ég las bók eftir hana, hvað heitir hún? Árlega Eidís, ruglaði sig, hún heitir seinni hálfleikurinn eða eitthvað svoleiðis, og það var einmitt svo áhugavert. Hún var að tala um bara að þegar við komum inn á þennan tíma þá mitt oft svona mingar þetta, en á sama tíma þetta mitt kannski að verða aðeins ríkara hjá karlmönnum, þannig að þeir verða oft svona meiri afar heldur pappar, meðan að við verðum bara svona, já, nei, þetta er bara gott, ég bara búið með þetta, þú veist, þannig að þetta er áhugavert mitt, þannig að það svona verður aðeins minna því hjá okkur. En ég var eitthvað að hugsa hvort það getur verið ef að nýrnahettunar þetta var svo myndrænt hjá þeim að sá það einhvern veginn eins og konur getur skellt á sig hettunni þarna, en ef hún væri bara gatslitin þá er það eitthvað annað kannski, eitthvað úr heiladinglinum, eitthvað annað hormón eins og trú, þú veist, bara hugljómun eða þessi svona viska eða einhver svona sátt, þú veist, þetta er svona erkitypisk uppstilling, þú veist, konan sem bara er búin að vinna úr sínum áföllum og getur þá einhvern veginn fengið einhver önnur hormón sem eru svona æðruleysishormón einhver, eða ástarhormón. Já, ég hef ekki skoðað það, en það sem að ég svona sé svolítið gerast er bara, við förum inn í svolítið inn í þennan heim, þennan breytingaskeiðs heim, sem getur verið bara mjög erfiður og margar konur eru bara að upplifa lífshamlandi einkenni, meðan aðra konur fara tiltölulega létt í gegnum það sem náttúrulega alveg frábært, þannig að við erum alls ekki allar að upplifa þetta á sama hátt. Ásamt því að þetta er svona eins og flysja lauk, það er alltaf nýtt og nýtt. Ef það er eitthvað sem maður getur treyst á breytingaskeiðinu, það þú veist aldrei hvað morgundagurinn byrja skautið sér, hvernig líður, eða þú veist hvað einkenni poppa upp og svona, þú veist, þannig maður er svona ferðast í þessu einhvern veginn og fyrsti fasin er þessi perimenopási eða forstiginn og það er líka í svona mismunandi lögum. Þannig að maður getur verið að upplifa einkenni fyrst sinn sem að síðan hverfa og koma aldrei aftur. Svo er eitthvað svona, einmitt eins og þú varst að tala um, bara eitthvað svona gamall félagi sem bara ferðast með þér í gegnum þetta. Svo er eitthvað sem poppar upp löngu seinna, er með þér í 2 vikur, kemur svo aftur eftir ár og þú veist, þannig að þetta er svo margbreytilegt. En þegar konur ná aftur fótunum, þú veist, hvort sem þær velja að nota hormónu uppbóta meðferði eða bara breyta lífstílinu sínum eða bara allt í bland, skiljiði. Þegar þær ná ákveðnum svona bara að, ég segi þetta ofta, þú veist, við þurfum að læra að dansa með þessu. Að þetta er ekki eitthvað svona línulegt svona. Og þá oft kemur einmitt eitthvað svona, ég veit ekki, þú veist, þá kemur þetta þarna, veistu, að mér er bara drull, en þú veist, það verður líka bara svona eitthvað ákveðin sátt og svona kemur eitthvað svona styrkur. Þú veist, þannig að það er svona, myndi ég segja, það er það sem mér hlakka mest til þess að komast á, en svo er að halda sér þar í þessu jafnvægi. Og það er oft bara, þú veist, en það kemur ekki nema með því við gefum okkur tíma til þess að læra á okkur og finna út hvað er mín helstu einkenni, hvað ítir undir þau versni, hvað hjálpa mér að díla við þau, þú veist, úr öllum þessum áttum, hvort sem það eru hormónar eða lífstíl eða hugafar eða hvíldin. En þú myndist, sagðir áðan svona systra lag, en hvað það eru systra? Já, það gæti verið að heila fræðingar komist að í framtíðinni að ef þú finnur þess að sátt kannski, að þá getur ekki haldið henni einn, sem sagt, þú getur ekki haldið, en það er að þú verður að vera í systrasamlagi, verður að vera einhvern veginn viðhaldist í einhvers konar svona dansi, sameiginlegum dansi. Ég finn það einmitt eftir sem ég eldist, þó ég sé mjög ung en þá. Það er eitthvað svona meiri sátt innan með mér og ég hef sko miklu minni þoli með það fyrir kjaftaði. Nákvæmlega. Og einhverju drama og vesinni. Þetta er bara svona, ég veit ekki hvað þetta er svona eitthvað meiri svona fullvissa það hver ég er. Eða eitthvað neinn, mjög vel sagt, ég er bara algjörlega sammálaðir. Maður svona greiðir úr áreitinu og háaðinum og öllum annar mann á skoðunum og svona verður svona aðeins sterkari í
bara svona hvað mér virkilega finnst og hvað ég stend fyrir og allt þetta. Þannig að þetta svona beautyið við breytingaskeiðið. Og ég er 52 ára í dag. Ég veit það núna, ég fór svona að upplifa mín fyrstu einkenni svona upp úr 36-38 ára með svona, eða eitt mjög algengt sem að gerist þegar prógesterónið fyrir að detta niður, að það verða svona, blæðingarna verða miklar og margar konur upplifa svona flóðblæðingar af því að það sem prógesterónið gerir, það temprar aðeins vöxtin og legslímunni og þar alveg eru blæðingarna svona bara eðlilegar. Og þetta kom í svona kippum og svo fór að koma einhver svona nætursviti bara í kringum blæðingarnar, mígreni í kringum blæðingar, pirringur og eitthvað alls konar svona. Allt sem ég var að upplifa þá, það sem ég var síðan að upplifa bara svona 45 ára, eitthvað starf það í kring og það sem ég er að upplifa í dag 52 ára, þetta er bara allt annað. Þetta er, en líka bara að því ég veit hvað ég er með í höndunum núna og er búin að læra inn á mig og er að reyna að vinna með það, tekst stundum, ekki alltaf. Að það er líka held ég stærsti munurinn á því að einmitt bara, þessi vissa sem að maður er komið með, maður er ekki lengur í óvissu, bara hvað er eiginlega að gerast fyrir mig, bara hver er ég, akkur virkar ekki, bara vanlíðaninn og allt þetta, og það er náttúrulega bara óþægilegast í heimi þegar maður veit ekki hvað er að gerast. Það er ykkur ennþá meira mitt kvíðan og streituna og eitthvað svona sko. Þannig að ég held líka það að þegar maður fer að gefa sér gaum og læra inn á sig og leita að leiðin til þess að hjálpa sér að líða betur, að þá getur maður líka, þá er maður komin aftur með smá stjórn. Og það er svo gott sko. Þá er maður ekki lengur bara í ykkur kviðakasti sko. Nákvæmlega. En svona, ég hef svo gaman að horfa og hlusta á þínu Instagraminu og ég hef nefnilega tekur oft enna feminiska vingil á málinn sko, sem að við erum sérstaklega áhuga mennum. Og svona ég tók eftir líka, og þú hefur mitt verið að fara á vinnustæði að gera sko vinnustæði breytingaskeiðsvæna og túrvæna. Og hversu geggja er þetta og eru við atvinnurekendur að taka vel í þetta eða? Þetta er rosalega góð spurning. Sko, ástæðan fyrir ég fór að tala líka mitt bara, þetta er mikið að vera að tala í Bretlandi sem sagt menstruation and menopause friendly workplaces og ég var að hugsa, að því í svo mörg ár var ég að glíma við þessar miklu blæðingar og margar konur bara glíma við mikla vanlíðan tengt blæðingum og svo náttúrulega, svo ekki sé nú tala að þessa sjúkdóma eins og bara endometriósu og PCOS og allt þetta sem er náttúrulega að mjög erfið sjúkdómar og lítill skilningur á sem betur fyrir aðeins að aukast en sko það er svolítið, sko, það er mjög mismunandi eftir fyrirtækjum hvernig þeir svona taka í þetta en þetta virðist vera svona vaxandi áhugi og svona skilningur á því að við þurfum að skilja þetta og sko, við erum að sjá það, ég gerði könnun síðasta haust sem að bara allir voru beðnir að svara, alveg sem að hvort þú varst karlmaður eða hvað kyn þú varst, hvort þú varst á breytingaskeið búin eða ekki komin eða ferði ekki á, bara allir og það var áhugavert að sjá að 50% þeirra kvenna sem voru að díla við breytingaskeiðseinkenni höfðu gert einhverja breytingar á sinni vinnutilhögun, annarkvort minnkað þessi prósentur, ekki farið á eftir stöðuhækkunum eða svona krefjandi verkefnum, höfðu jafnvel breytt og farið í ábyrgð minna starf eða starf sem krefðist minna þeim líkamlega eða andlega eða jafnvel hætt vinnu. 50%. Það eru svakalega tölur. Og minnir að hafa verið 96 eða 7% og þarna gátu allir svarað sem fannst vinnuveitendur eða stjórnendur ekki veita breytingaskeiðinu nægilega athygli og myndu vilja fá meiri fræðslu og vitneskju. Og áhugaverðasta spurningin fannst mér var að ég spurði þeir sem eru ekki á breytingaskeiðinu eða fara ekki á breytingaskeið hvort að þeir hefðu upplifað að einkenni breytingaskeiðsins væru að valda svona neikvæðri upplifunin á vinnustæðanum og 63% sögðu að breytingaskeiði var að hafa neikvæð áhrifin á vinnustæðin fyrir þá sem ekki eru þar.
þetta fannst mér rosalega, þannig að þetta varðar alla, ekki bara konurnar og ekki bara vinnuveitindan sjálfan, heldur líka samstarfsfólkið. Því að það segir sér náttúrulega sjálft ef að kona er illa upplögð, henni líður illa eða hún er í veikindaleyfi eða verður að segja sig frá verkefnum og eitthvað svona, þá er einhver annar sem þarf að taka boltan. Og það eru samskiptavandamál sem eru oft byggðið einmitt á annarkvort bara einmitt misskilningi eða einmitt að bara fólk er illa fyrir kallað og þetta á náttúrulega við alla skiljiði en þetta var svona sérstaklega áberandi náttúrulega eins og við höfum að tala um að bara klædnar á mann eru komnar upp og núleitnum og bara hugsaður eftir og bara sagði ég þetta, gerði, en þú veist maður er ekki maður sjálfur sem ég er ekki að segja við skilum okkur bak við skiluru en þannig að þetta er að valda alls konar núningi inn á vinnustöðum. Þannig að og bara til dæmis í Bretlandi þar er talað að ef að þarf að sem sagt endur nýja, er starfsmæður sem fyrir veikindaleyfi þannig að það þarf að ráða nýjan og það þarf að þjálfa hann og koma honum á réttan stað að þetta kostar, fyrir nokkrum árum þá var talað að þetta kostaði cirka 30.000 pund sem er bara árslaun meir en árslaun hjá bara svona almennum En mér finnst þetta hljóma svolítið áhugavert, en mér finnst þetta hljóma svolítið svona kapitalist þar að segja það er eitthvað að þarna, hvað ef vinnuumhverfið væri byggt bara meira í kringum þarfir þeirra Já, þar er ég sammála ef að þú getur fært til, en kannski er það líka kapitalismi en þú veist, svona aðlögunarhæfni kapitalismans en einhver svona skilningur á því að sá sem er að vinna, verka konan og bara konan í vinnunni líður svona og í staðin fyrir að hugsa bara 60% líkar illar við hana því að hún er svo mikið svitalikt af henni, hún er svo leiðinleg og allt svona eitthvað, úrrill og svona, ég veit ekki. Já, bara alls konar, já. Þá kannski getur hún bara farið í eitthvað, hún velja sér að vera á einhverju öðru vettfólki. Já, bara taka önnur verkefni og þetta er alveg hárrétt. En til þess að láta þá sem stjórna hlusta, þá þarf maður oft að fara í, þetta er ekki bara einhverju einangru kona, þetta er að hafa áhrif á allan vinnustæðin, þetta kostar peninga, þá oft spennast eirinn upp, skiljiði, og þá getum við farið að taka þessi samtöl og ég segi bara, þegar ég fyrir vinnustæði og það er kannski, það er það sem er svona aðeins að breytast að það er ekki nóg að fá bara eitt fyrirlestur, já, nú erum við öll bara meðvituð breytingaskeiðið og svo bara líður mánuður og þetta er gleymt. Það þarf, og auðvitað er þetta mismunandi eftir vinnustöðum hvernig áhrifin eru inn á, en það þarf ofta að taka svolítið svona taka næstu skref í að styðja þessar konur, finna út hvernig er þetta birtast á þessum vinnustað. Ég meina á leikskóla versus skrifstofu eða inn á hjúkrunarheimili, það er mismunandi hvernig áhrifin eru, þannig við þurfum að sjá hvernig er þetta að hafa áhrifin á þennan vinnustað, hvað getum við gert til þess að laga og oft er þetta bara ótrúlega lítil atriði sem að kosta ekki einu sinni mikið peninga tíma sem getur samt bara breytt helling fyrir konuna og það fyrsta er bara að vera með opna umræðu. Að kona og hver sem er náttúrulega getur komið í vinnuna, við erum oft rætt flestar okkar þekkjum blessu heilaþókuna, maður bara man allt í einu ekki hvað maður heitir eða hvað maður var að fara að segja og maður er bara passvördin í tölvuna og þannig að maður getur bara komið í vinnuna og maður getur sagt bara hei, Wi-Fi það liggur bara niður í dag, bara þannig viti það þannig að það væri til ég við fengi bara smá séns, skiljið normalisering og samskipti og umburðarlyndi og skilningur og allt þetta þannig að bara það að fara inn á vinnustæði og útskýra þetta það breytir helling en svo þurfum við að taka næstu skref því að það er ekki þar með sagt að þessi kona sem er að upplifa erfið einkenni, hún er kannski jafnvel stjórnandinn, skiljið, og hvernig hún að segja við sína undirmenn að þetta sé í gangi og en það hefur samt sýnt sig erlendis að þeir stjórnendur sem að bara virkilega eru hreinskilnir og mannlegir og láta vita hvernig þeim líður og það er yfirleitt bara meiri virðing ef eitthvað er og þá er líka gefur það leyfi fyrir hinna að en þannig að ég hef verið að gera alls konar svona, ég vinnu svolítið mikið með kennarasambandinu, það er náttúrulega að stórum hluta mikið af konum og þá erum við að tala um alla leikskóla, grunnskóla, tónlistaskóla og allt saman og við höfum verið að vinna bara svona svolítið gátlista, þannig að það er stundum að þannig nefnilega að það er allir í kringum konuna sem eru búin að fatta hvað er í gangi en ekki hún, hvernig átt að taka það samtal.
til dæmis. Hvaða hópur fólks það sem er svona útsettur fyrir þessu og það getur verið maki. Eins og ég sagði ykkur áðan bara, getið ímyndað ykkur hvernig mannin í mínu leið að fara í vinnuna. Hann vissi ekki hvað að gerast fyrir konuna sína. Hann vissi ekki hvað myndi bíða sín þegar hann kæmi heim. Ég allavega svona gef mér það að hann hafi svolítið verið með þetta svona bak við eyrað og það sem er kannski og svona í framhaldi á því að þarna var svona andlega hliðin var mitt svona erfiðasta einkenni að sjálfsvíg kvenna, tíðni sjálfsvíg hjá konum er hæst á breytingaskeiðsaldri og uppur. Það kom mér rosalega óvart. Það, þú veist, þetta er ekki bara Bretlandi eða eitthvað, þetta er líka á Íslandi. En þarna, og þetta er bara, ég fekk svo mikið, þegar ég var að tala um þetta svona í upphafi, þá upplýði svona, mér langar ekki að lifa, en mér langar ekki að deyja. Þetta er rosalega skrítið moment og ég fekk svo mikið frá konum þar sem það var skildu svo vel hvað ég var að meina. Mér langar ekki að lifa svona, mér langar í gömlu mig eða komast út úr þessu, en þú veist, og vanlíðan var það mikil, en ég var samt ekki þar að ég var í sjálfsvígshugsunum, en því miður að þá eru ekki allar konur sem að eru þar og það er bara erfiðar sögur sem að maður hefur heyrt varðandi þetta, þannig að og kannski er mitt gott að það komi fram að ef maður upplifir allt í einu svona vanlíðan á svona nýtilkomna og þá eru geðlyf ættu aldrei að vera fyrsta meðferðin ef að kona hefur ekki sögu geðravandamál að þá eru geðlyf yfirleitt að hafa lítil áhrif þó þessu hafi alltaf sinn tilgang sko, en þá er það yfirleitt hormónar og það eru til sérstakir skimunarlistar í dag sem að heita MENOD og þú veist það er bara menopause depression skimunarlistar til þess að greina hvort að þessi vanlíðan sé út af hormónum eða hvort það sé eitthvað annað. Þannig að bara að ég heyrði þetta svo mikið á tímabili sérstaklega fyrst að það var svo algengt að konur komu út með geðlyf frá lækninu sínum þegar þær hefðu átt að fá hormón upp út af meðferð í staðinn. En eru þessir gátlistar, eru þeir nú þegar á heilsugæslunum, veistu það? Ég veit það ekki. Nei. Mér finnst það ekki endilega líklegt. Því miður. Þannig að þarna mætti líka kannski fræðsla innan heilbrigðiskerfisins náttúrulega og ég get sagt ykkur það að ég veit það bara að það var kvensjúkdómalæknir sem var á sínu loka ári í sínu sérnámi hafði samband við mig fyrir nokkrum árum þegar ég var að byrja að tala um þetta og hún var að tala um að hún væri bara að læra meira af þessu efni sem ég var að henda inn á Instagram hjá mér heldur hún hafði lært í sínu kvensjúkdómalækna námi breytingaskeiði. Spáði það og það var ekki fyrir á síðasta ári 2024 sem að kurs breytingaskeið var gerður á skyldunámi í læknanámi í Bretlandi. Fram að því hafði þetta verið val og ekki einu sinni í boði í öllum skólum og ég meina hver nennir, þú ert í ykkur spennandi læknanámi, hver nennir að fara að læra ykkur að pirraðar sveita kettlingar, sleppa þeim kursi, þú veist, þannig að mér finnst þetta svo áhugavert en svo náttúrulega bara við áttum okkur á því og ég er alls ekki að tala niður kvensjúkdóma lækna bara þannig að það sé komið skýrt fram, en maður skilur bara allir hafa sitt áhugasvið og sérsvið og ef við tökum þetta yfir á bæklunarlækningar þá, þú veist, ef þú ert með hvað slæmt í hnénu, þá ferð ekki til bæklunarlækni sem sérhæfir sig í öxl. Þannig að ég skil alveg þó þeir eigi að vita allt en þá auðvitað er ákveðin svona sérhæfingi áhugasvið sem að kannski gerir það verkum að þeir eru kannski ekki endilega að skoða svona hvað er nýtt í þessum heim og það hafa orðið mikla breytingar og miklar svona að því varst að tala um þessa rannsókn sem að var gerð sem að voru margir vankantar á og verður eiginlega það er mjög áhugavert að skoða söguna á bakvið hvernig þetta fer í loftið og verður einhverju fjölmiðla fári og við veitum náttúrulega bara hvað selur það eru hræðilegu fyrirsagnirnar og allt þetta og svo er farið að rýna í þessa rannsókn núna bara síðustu árin og fullt gott sem kom út úr henni líka og fullt sem við vitum og þú veist og þegar við farið að setja þetta inn í svona í samhengi við bara hvaða konur voru þáttakendur í þessari rannsókn og þú veist þá vitum við ýmislegt og eins líka bara allt þetta hvaða sniðu að koma út úr henni sem að er búið að hjálpa okkur í dag og sjálfsög búið að rýna í þetta og gera fleiri rannsóknir og niðurstaðan er svo
að hormónauppbóta meðferð getur verið mjög gagnleg. Auðvitað þarf alltaf að skoða ávinning og áhættu og heilsu sögu hvers og eins, en svona heilt yfir fyrir flestar konur þá getur hormónauppbóta meðferð ekki bara verið gagnleg til þess að vinna bug á einkennum sem við erum að díla við núna, heldur líka til sem forvarnagildi fyrir framtíðar heilsu, og það bara til dæmis beinþynningu. Það bara við vitum það að hormónauppbóta meðferð gríðarlega gagnleg til þess að hjálpa okkur að verjast beinþynningu. Þannig að og svo við, ef við tölum aðeins hormónana, við erum síðan með 2 svona flokka af hormónum, og við erum með hormónum þar sem við köllum svona, sem eru synthetic eða svona, bara við svona á mannamáli gervihormónar, tilbúnir hormónar. Og þeir eru yfirleitt í töfluformi, teknir inn sem sagt munn, og þeir hafa örlítinn svona áhættu stuðul varðandi blóðtappa, af því að sem sagt, þegar við tökum inn munn þá lifrin fyrst í fasi niðurbroti sem sér líka storkufaktorinn okkur. Þannig að en svo segja oft til konur að þegar ég er með fyrirlestra bara rétti upp hend ef að þið eða einhverju konur sem þið þekkið hafa einhver tíma verið að nota getnaðarvarnarpilluna á lífsleiðinni, og það náttúrulega bara langt flestar sem rétt upp hendi. Þar eru við nákvæmlega samskonar hormóna, gervihormóna, sem sagt tilbúni hormóna, nema þeir eru yfirleitt sterkari, og það þekkt þessi áhætta, en samt notum við það því að við viljum ekki verða óléttar, sem bara frábær stjórn fyrir okkur og eigin líkama. En svo allt í einu komum við inn á æviskeið þar sem að við erum að upplifa jafnvel lífshamlandi einkenni sem eru að ít okkur út úr starfinu okkar, að gera það verkum að við viljum skilja, það myndast jafnvel tengslar og við fjölskyldu og börn, og við einangrust og bara líður hörmulega, og við jafnvel sjáum fram á hnignandi heilsu. Þá allt í einu verðum við heilagar gagnvart þessum hormónum, en við erum jafnvel búin að bryðja þau í mörg ár. Af því að það var bara þessir hormónar voru bannfærðir, en þetta eru sömu hormónarnir. Þannig að nema það að nú höfum við líka valmöguleika, því að við þurfum ekki að nota þessum getnaðarvarnarhormóna, við þurfum ekki lengur pilluna, þó að þetta sömu konu þurfum við að hugsa um getnaðarvarnir, en þá getum við líka valið hormónar sem eru svo kallar body identical hormónar, og þetta eru hormónar sem eru mólekjúlin í þeim eru eins uppbyggð eins og mólekjúlin í okkar eigin framleiðslu, meðan að gervihormónarnir þessi tilbúnu eru næstum því eins en ekki alveg, og þar liggur munurinn. Og er þetta ekki búið til að Jú, þetta auðvitað sjálfsög búið til, en ekki búið til bara svona frá grunni, heldur búið til dæmis úr plöntu, þetta eru plöntuhormón, til dæmis úr rót sem heitir Wild Mexican Yam, og en þetta búið til og sett á form þar sem það nýtist okkur. Og þar erum við að tala við erum að tala um 3 hormón. Í þessum, þegar konur taka töflur, þá oft samsett, það bæði estrogen og gerfi prógestrón sem heitir prógestin, svo ég verið nú ég þóla ekki þetta steypt í sama. En þegar við erum að tala um þessa body identical hormóna, þá erum við fyrsta lagi með estradiol sem við tökum upp í gegnum húðina, annaðhvort í plástri, geli eða spreyi. Og þá erum við búin að komast alveg hjá þessum áhættu þætti varandi blóðtappa, af því að þar hefur lifrin ekkert að gera með niðurbrot. Þannig að það konur sem eru til dæmis með sögum blóðtappa, bara til dæmis á meðgöngu og svona, að þær geta nota þessa hormóna sem eru teknir upp í gegnum húð. Þar eru við líka með svona alvöru prógestrón, ef við getum kallað, sem við tökum inn í belgjum og unnið mitt úr þessu Wild Mexican Yam, og við tökum á kvöldin áður en förum að sofa. Þá fáum við aftur tilbaka streitu skjöldin okkar, og þeir hafa róandi áhrif á taugakerfið, svona sefa og róa sem að prógestrón gerir frá náttúrunnar hendi, og það allt í einu hjálpar okkur að sofa, tekur dramaheilan aðeins niður, og bara það, við vitum það bara að sofa ekki 1-2 nætur, það er allt ónýtt. Hvað þá þegar það er nótt eftir nótt í mánuði ár. Þannig að það er líka bara hættulegt heilsu að sofa ekki. Og svo erum við með testosterón sem er líka tekið upp í gegnum húð, og eins og staðan er í dag, þá er ekki til pakningar fyrir konur, en þetta er nákvæmlega sama testosterón og kallmenn. Þannig að við þurfum að skammta okkur sjálfar, og sem er ekkert mál. Og það getur verið svona kissuberið, eða svona cherry on the top fyrir marga konur. En það er kannski eina hormónið sem er svona virkilega hægt að mæla
og sjá hvernig staðan hjá okkur Já. þannig að en þetta svo áhugavert með hormónuna, þú veist, ekkert mál, bryðum þetta bara eins og Smarties frá fermingaraldri, fáum bara heilan kassa í fermingagjöf og bara rosa sáttar, verðum ekki ólittar, komin á æviskeið þar sem að einkennin eru bara að keyra okkur í kaf, nei, þá verðum við heilar, ætlum ekki að nota hormóna, en þá höfum við loksins aðgang að vægari hormónum sem eru, þú veist, við getum nýtt á annan hátt og sloppið við. Mótsögn, en ég verð að segja, maður var nú á þessari pillu og fór alltaf mjög illa í mig. Mig líka. Og líka þessi núna, tilbúinu hormón, fór illa í mig. En þá finnst ykkur ekki ótrúlegt eitthvað þetta náttúruhormón sé bara til í Mexíkó, eða það bara, eða þú veist, ætla sé ekki til bara út í garði líka, talandi norninnar, ætla sé ekki bara líka ekki einhverstar undir steini. Já, en svo það koma því á form sem nýtist okkur, þannig að þú kannski nærð ekki að ná sama sem er virkni bara, þú veist, varðandi það að nota rótina, þú veist, og það til alls konar, það er náttúrulega til alls konar og það er náttúrulega, það er alveg Bretlandi, það er til sérstakt súkkulaði fyrir breytingaskeið, það er til sérstök náttföt, þú veist, það er allt í gangi, en það er til dæmis verið mikið svona prógesterón krem og ég pröfaði það fyrst, en það kannski, þú veist, og alls konar fæðubótarefni sem geta alveg hjálpa okkur upp að vissu marki, þú veist, að hamla einkennin, en við þurfum líka að muna að við erum líka að vinna með framtíðarheilsunum okkar og í fyrirbyggjandi, og það var svona stærsti faktorinn fyrir mig persónulega að ég ákvaða að fara á hormóna. Ég fór náttúrulega að skoða þetta alveg inn í saumana og eftir að hafa bara unnið sem sjúkraliði inn á mikið af öldrunarheimilum og öldrunardeildum og annast bara eldra fólk, að ég veit skil núna, ég vann til dæmis á gigtardeild og það var bara niður á Landspítala og það var náttúrulega bara fullt af fólki sem kom þar inn með alls konar vandamál, en stór hópur sem voru konur sem voru, þú veist, komnar yfir, þú veist, 65 plus, sem voru með samfallahrygg, beinþynningar, út á beinþynningu, og það var alltaf, já, þetta er bara þegar maður verður eldri, bara rosalega eðlilegt og enginn eitthvað endilega að pæla í, og þetta eru svona þessi svona þöglu afleiðingar, það er, þú veist, ég meina, við erum rosalega duglega í því að vekja athygli á brjóstakrabbameini og bleikur október og allt þetta. Það eru 7 sinnum líklegra konur eftir tíðalok. Þá eru 7 sinnum meiri líkur á því að þú deyr úr hjarta- og æðasjúkdómum heldur brjóstakrabbameini. Og það er enginn að tala það því að maður er svo oft hugsað hjarta- og æðasjúkdóma sem einhverja kallasjúkdóma og eru að vissu leyti fram að tíðalokum, þá eru þeir fátíðari hjá konum. Eftir tíðalok þá rjúkum við upp og það er algengt að konur fá allt í einu hátt kólesteról og hafa blóðþrýsting og alls konar svona eftir tíðalok og það er nú ekki langt síðan að var fyrir að gera greinarmun á hvernig hjartaáfall lýsir sér hjá körlum og konum, en þú veist, þannig að það er þegar estrogenið allt í einu hverfur tíðalokin og þessi verndandi þættir fyrir hjarta- og æðakerfið eru farnir. Þannig að þú veist, og núna eru þessar miklu rannsóknir á Alzheimer og af hverjum 3 sem fá Alzheimer þá eru 2 konur og 1 kall. Og þú veist, og ég sé það bara inn í minni vinnu sem sjúkraliði og þetta eru hlutföllin og nú er bara virkilega verið að rannsaka það, hún Dr. Lisa Mosconi er bara svona virkilega að skoða einmitt hormónin og lífstilinn og heila, hrörnin í heila og ég minna önnur hver kona, þetta finnst mér rosalegt. Beinþynning. Ég veit ekki hvort að fólk gerir sig grein fyrir alvarleikanum á baku beinþynningu og hversu það getur dreifð fólk til dauða á efri árum. Fólk er að tapa lífinu og þetta hljómar eitthvað svo bara brotnaði bein. En máli er það að eftir 50 þá mun önnur hver kona hljóta beinbrot vegna beinþynningar á sínum þeirra fram í sækir. Pant ekki. Skiljiði, önnur hver kona. Já. Og við erum að tala það er úlitsbrot og við erum að tala rifbeinsbrot, við erum að tala samfallarhrygg og svo sjálfsögðu þessi erfu brot sem eru larilegs eða mjaðma og við erum að tala það að þegar að það til dæmis gerist að það verða brot í mjöðum að þá er endurhæfingin rosalega hæg og ég man ekki hvort það eru 40% sem munu þurfa aðstóð við bara daglegar athöfni lífs
og rúmlega 20% sem munu deyja innan árs og við erum að sjálfsögða tala eldri einstaklinga en þetta byrjar núna, skiljiði, forvarnirnar og að viðhalda beinmassanum og vöðamassanum og jafnvæginu og öllu þessu, sko. Rosalega jákvætt við erum löngu komin yfir tíman bara ég tíma eiginlega ekki að stoppa þig Nei, ég veit. en þannig að við þurfum eiginlega svona að reyna að hætta á einhverjum jákvæðum nótum Já, áður en við fyrir á jákvæðum nótum þá verði ég að vekja athygli á einu sem að gleymist rosalega oft og það er hormóna uppbót sem sagt fyrir bara leggung og kynfæri og þetta er einmitt svona, bæði þetta bara rosalega persónulegt en bara þegar við förum inn í þetta svona eftir tíðalók tímabil að þá oft svona fara að lægja einkennin, þú veist, hitakófi minnka, við förum oft að sofa betur og heilaþvökunni léttir og alls konar en þessi einkenni frá þvagfærum og kynfærum, þau oft sitja eftir og verða verri og þannig erum við að tala bæði þurrk í legungum og ytri kynfærum og tala kláða og svona brun og sviðatilfinningu við erum að tala alls konar svona leggsig, blöðrusig og fleira, við erum að tala þrálátar þvagfærasýkingar eða einkenni þvagfærasýkingar án þess að þessi sýking og sýklalyf gera ekkert og allt þetta þarna getum við meðhöndlað, þetta getur við meðhöndlað á svo einfaldan hátt, mér segja svo einfaldan að það er til bæði krem og svona töflur og stjöku og stílar sem fást án lyfseðils í apóteki og þetta er bara krúsjalatriði að því að sama með beinþynninguna að þá er til dæmis þvagfærasýking eitt af bara svona algengustu svona dánarorsökum í rauninni eða svona sem ítir konum þar yfir inn á öldrunardeildum. Þannig að það er ekkert of snemma að byrja á þessu og þetta getur átt sér stað líka þessi einkenni bara eftir meðgöngu og fæðingu því þá eru hormónin okkar í dífu. Þannig að þetta er bara eitthvað svona sem er rosalega mikilvægt að alla konur viti af og þær geta þá allavega náð sér í þetta í apótekinu án lyfseðils en svo er að sjálfsögðu hægt að fá þetta upp og skrifa og þá er það inn í sjúkratryggingakerfinu. Þannig að það er nú jákvætt að þetta án lyfseðils. Og þarna ertu farin að tala nýja hrukkukremi, eða ekki? Þarna er ég að tala nýja hrukkukremi, ég get sagt ykkur það. Ég var á ráðstefnu út í London núna síðustu helgi og þar var einn af þeim sem var með fyrirlestur læknir sem að sérhæfir sig í hári og húð og hann var að tala einmitt hvernig fyrsta lagi prótínubyggingarefni kollagens en líka einmitt estrógenið og þetta er eitthvað sem ég hef verið að tala svolítið á Instagram að við notum píkukrem og hrukkurnar í andlitinu afsakið orðbragðið en þetta er sem sagt margir læknar sem að mitt postaði daginn viðtali við læknir sem er búin að nota þetta á svona í þunnu lagi hér og þar og hrukkur í 25 ár og bara þannig að Þetta er alveg farið frá fyrir mig. Ég veit það. Hvað er þetta þá hormónakrem? Þetta er við erum með þrjár tegundir af estrógen og þetta er eitt sem heitir estriól og þetta eru það vægir hormónar eins og segið þeir eru seldir án lyfseðils í apóteki og þetta tiltekna krem sem er til á Íslandi heitir Ovestin. Þannig að þú notar það bæði uppi og niðri. Þannig að þetta er svona nýjasta trikkið. Já, en ég bara þakka kærlega fyrir að koma Halldóra og Oddnýr. Þetta er búið að vera svo skemmtilegt og fróðlegt. Takk fyrir allt saman. Langt komið fram yfir tíman okkar. Já, þetta er svo stórt málefni. Já, og mögulega bara finn ég aðra ástæðu til að kalla þið aftur. Já, bara ekki máli. Ég get talað um þetta svo dögum skiptir eins og þið heyri kannski. Já. En takk fyrir að bara leyfa mér að koma og tala um þetta því að þetta er mér bara hjartans mál. En má ég vita hvar þetta fylgir? Því ég hef vissi ekki af því sem sagt á netinu eða þannig. Ertu með einhverja vefsíðu? Já, ég er með vefsíðu sem heitir kvennaráð.is og þar er ég að setja inn ýmsan fróðleik. Og það sem þú ert búin að tala með náttúrulega það sem ég er að bladra í myndavélina inn á Instagram og þar er ég bara ég sjálf. Ég er bara konu á breytingaskeiði að díla við alls konar. En er þar líka að deila bara þessum helstu sérfræðingum í dag sem á þetta. Þannig að og það kemur allt á Facebook líka það sem fer á Instagram. Og svo bara í endanum bara þakka henni Laufi kærlega fyrir upptökuna og takk kærlega fyrir að koma. Takk fyrir okkur.